Já, komin í sælblessur og velkomin í skák dagsins. Fekk miklar blammeringar fyrir að hafa ekki haft skák dagsins í gær, þannig að við kipum því í liðin. Það er 5. umferð frá fram í dag á Evrópumótinu í skák, Reykjavík. Og ég valdi hérna sneggarlega skák hjá Jóhanni Hjartarsyni. Hann kláraði nokkuð snemma, átti hérna svona netta fléttu, svona kíkja á það. Hann teldi hérna, var með hvít á Philipp Humburg, sem ég kann nú kannski ekki nánari deila á. Hann er svo mikið sem þýskur með 2245 innástig. Sem mikið skildipunktur, en Jóhann Hjartarson sjálfsögðu sigurstranglegri, sérstaklega með hvítu. Síkilega vörn, opna síkilega vörnin, drepið, riddari 5-6, riddari seris 3. Allt samkvæmt bókinni góðu og fáum hérna D6. Við sko G5 E6, þetta er svo kallaði svona klassikal hérna Richter-Rauser, kallast þetta afbrigði, sem margir teflast að aldrei. Sömu stundum, ég veit að Bragi Þorfinnsson hefur stundum telt þetta. Allavega við erum að fylgja hérna teóríu, biskup D7, finni 4, biskup beina 7, riddari finni 3, þetta allt helst áður, B5, og hérna drefur Jóhann á F6 sem er algengast, og svartur tekur á sig típið. Hann getur ekki dreifð með biskurnum, þar sem að þá tapast peði hérna D6. Við erum að pressa hérna með þungum mennina. Þannig að svartur tekur á sig típið. Já, þannig að svona peðastan er aðeins hérna beiglast aðeins á svörtum, en hann er með biskupparið og treystir á það að, hérna, að hvítin á ekki brotast í gegn. Jóhann leik hérna F5 sem er svona, ég má segja svona standardleikur í þessu. Hugmyndin er bara að binda niður svörtu peðin og svartur má aldrei drepa hérna. Þá verður veikleikinn hérna á D4-reiknum, það verður bara mikill og það er eiginlega ekki boði. Opnast E-línan, opnast allar flókáttir, þannig að svartur er aldrei svo lokuðu. Leikur hérna H5. Þetta er oft svona talin ágætisleikur í þessu stöðum. Stundum er hægt að sveifla biskupnum yfir og þetta er líka bara svona til að koma við fyrir að hvítur fara að vera með einhver derring á kongsvang. Stundum nota hvítur H5-reitin, kemur með biskup hérna og hendur hann með H5, það er ekki lengur í boði. Kóngur B hjá Jóhanni og herra Humburg lék hérna B4, hefur það telst áður einn í skák. Og já, reynda skiptum við hérna yfir í nokkra skákir sem að ná þessari stöðu með annari leikkerið. En hérna skýtur Jóhann í millileik, það er sett á riddarann, en hann skýtur henni inn að drepa á E6. Og svartur má eiginlega ekki drepa hér, þá drepa á D7. Þá fáum hennar blessaða D5-reit, það verða hérna kaup. Svo komumst við hérna, og verður mikil hamingja hvítureitunum hjá hvítum. Veikir reitir á svörtum, veik peð og lélegur biskup, þetta er ekki í boði. Þannig að Humburg drap hennar tilbaka eftir B6. Riddari hérna 2 og hann lék hérna dronning A5 sem ég held að sé nýr leikur, eina skáki sem ég hef sem að fór alla þessa leið. Þá lék svartur dronning B6, riddari finnur 4 Jóhanni og Humburg taldi pressuna hérna F7 leiðilega og lék kongur F7. Hvítur á, já þú veist, það er hægt að auka pressuna en það er ekkert ónýð en þá. Jóhann leikur hérna biskup E2, hrókur C8 og hrókur HF1 sem er svona lúmskuleikur og svartur ákveður hérna eftir hrókur C8 leikar hrókur C7. Sjálfsagt hugsað að hann vildi tvöfalda hérna, kannski henda riddaranum þá hérna á miðborðið og reyna að pressa eitthvað hérna. En hér bauð Jóhann okkur upp á svona það sem við köllum stundum fréttablaðsleik. Þannig Jóhann á, já, hann á svona skemmtilega leik. Já, hann er skemmtilega leik í stöðunni. Hvítur á leik og vinnur. Hver er leikurinn? Ég treysti því að þið hafði ekki einhvern tíma. Ég get alltaf ekkert á pásu og giska. Taka þátt. Jóhann lék hérna skemmtilega leik. Hann drap á E6. Varstu með það? Já, flott hjá þér. Rétt hjá þér. Ef við dreifum með kóng, biskup C4, kongur á enga reiti. Þetta er leiðilegt. D5 þá ýmsir möguleikar, til dæmis að dreif með peð og svo þennan í kjölfari og svo framvegis, eða dreif með biskup og eitthvað fráskák. Líklega sendar það með máti og
Biskup byrjar 6. Kemur þetta G5. Þar sem þetta peði leppur getur ekki tekið og drottning getur ekki heldur tekið því að þá drepum við hér og notar leppurinn aftur. Þannig að kóngurinn að fara eitthvað og þá kemur einfallega, já, er þetta að finna góða reit. Nú, veit nú ekki að, whatever. Hérna, drepið, hrókur ofan í, hvíturendinu veikir, þetta er bara búið. Þannig að Húnborg leikina B3, en þetta er einu búið hérna, hvíturinn með kólunnið. Jóhann drap á A5. Skautin niður á C2 og drepið drottninguna með skák, en því miður þá er hrókurinn sem sagði skák, hann er onni, þannig Jóhann drap og eftirleikurinn ætti að vera nokkuð auðveldur, hann er hérna að skipta með yfir og peði. En já, þá fóru hlutinir að gerast. Já, það er alltaf eitthvað sem ég hef ekki séð áður á þessu leveli, þessu stigi og ég ætla að vona að yngri skákmenn sem að horfa á þetta gerir svona aldrei. Ef þú ert með tapa-tafl, það er alltaf að berjast, tefla áfram og tefla stöðuna og kannski láta máta sig þannig, en ef þú vilt ekki berjast þá gefstu bara upp, sérstaklega þú átt að tefla við einhvern já, annars góðsörn sem hefur telt í Kostnúð og Karpov í áskorunarteymi, svona sterkar stórmeistara, þá gefst maður bara upp. En það sem hann gerir hér er svona, gæti nánast flokka sem móðgun, hann leikir hann hrókur C1. Það fór bara að gefa alla kallana, leikinu þetta er B3 og Jóhann, ég hitt aðeins Jóhann í skákinu, hann var steinhissa. Já, hann fór bara að gefa alla mennina, hvað er þetta, D5, biskup A3. Eins og segi, ég hef ekki séð þetta áður, hann gefur hann alla mennina og lætur svo máta sig hérna, sem Jóhann gerir. Kannski var þetta leið til að sleppa við það að vera með ofstutta skák, hann gæti gefið henni 24 leik. Kannski hrættur að lendi því að menn flett upp skákinni, finnir svona það sem kallaði miniatúr, en ég held að það sé minna 25 leikir officially. Allavega fyrirlegt og ég ætla að vona að enginn taki sér þetta til fyrirmyndar og læri bara rétti fram höndina að mér vilja gefa. Það er aðra leiðir til að blása á, sko. Það er hægt að taka sér smá tíma til að gefa, en come on, þetta er ekki í lagi. En ja, samt gaman að þessu skemmtilega sögur og já, svo fór hann sjá fyrir þá. 7. fyrir morgun og áfram til sigurs.